Hverju valdirðu að fjalla þetta verk? Þetta verk finnst mér vera svo ofboðslega áhugavert að mörgu leyti, bæði fyrir Birgi sjálfan, svona ákveðin leið til að átta sig á listamanninum og svo finnst mér þetta verk vera að vissu leyti mjög aðgengilegt fyrir þá sem að kannski fara ekki mikið, velta sér ekki mikið upp úr myndlist, að þá táknfræði og svona lestur verksins mjög einfalt en þó aldrei alveg eins og hjá Birgi. Þessi uppröðun, hvað er að segja okkur? Uppröðun náttúrulega segir okkur allt í rauninu verkið. Ísland er í hásæti þessara stóru þjóða sem eru þá bandalagsþjóðir okkar og við auðvitað gengum í ákveðið bandalag á 20. öldinni, bara þegar við erum að vaxa úr því að vera sveitasamfélag og breytast yfir í það að vera háþróað tæknisamfélag sem að Birgir náttúrulega að einhverju leyti fylgdist með. Við göngum í NATO 1949 og vorum stofnþjóð þar og það í rauninni olli auðvitað mikilli ólgu í okkar samfélagi og að einhverju leyti þá er áhugavert að sjá hvernig Birgir gerir þetta kannski upp á kómískan hátt. Litla Ísland trónir þarna efst og stórveldin eins og við höfum þau jafnvel undir okkur ef við horfum á íslenska fánann hvernig hann lafir yfir svona dálítið þingslalega yfir ameríska og breska fánann. Við fengum mikið út úr þessu en leið þá var þetta auðvitað ávísun á kannski að við erum í kalda stríðinu sem kom þá eftir og hluti af uppvexti Birgis óneitanlega eitthvað sem manni dettur í hug þegar maður horfir á verkið að hann í rauninni það hafi mótað hann auðvitað sem Íslending. Birgir hann það var mikil þjóðerniskennd í honum og það má lesa það úr nánast öllum verka hans og þess vegna þetta verk í mínum huga svo frambærilegt til að sýna í rauninni hans hug, þessa áminningu og kannski þessa glettni. Eins og ég segi litla Ísland og stóru bandalagsþjóðirnar, hver eru við í bandalagi þjóðanna? Vissulega er Ísland hernaðarlega staðsett á milli austurs og vesturs og þar fram eftir götunum. Þannig að það má lesa ýmislegt úr þessu. Fánarnir í rauninni það sem hann fór að nota, gerði lét prjóna fyrir sig íslenska fána í sauðalitunum fyrir Feneyjaverkið 1995 og þá í rauninni þarna 2004 þá í rauninni gera hann þetta verk og ég ekki viss að hann hafi í rauninni ég held að þetta séu einu fánaverkin sem að Birgir í rauninni lét gera. Þetta náttúrulega algjörlega, þetta allt annað, þetta verk bara samsett af fánum á meðan Feneyjarinnsetningin voru teikningar og allt annars eðlis í sjálfu sér. En alltaf hann að tala þessa þjóðerniskennd, hann alltaf að tala hver eru við í bandalagi þjóðanna og vertu stoltur af þinni eigin menningu. Það dálítið þetta sem finnst mér vera rauði þráðurinn hjá Birgi. Já, og svolítið okkar menning ekkert síðri en menning annarra þjóða sem þó eru kannski stærri. Algjörlega. Já. Og svo hafa auðvitað margir rýnt þessi verk Birgis og fánan hans og sérstaklega þótti það auðvitað mjög kostulegt að skildi nota sauðalitina, ólita íslensku ull og það er auðvitað mjög í anda Birgis en það í rauninni fær okkur aðeins til að staldra við. En svo finnst mér líka áhugavert það sem ég hef þegar maður hefur verið að lesa sér til bæði semiológíu eða táknfræði í samband við fána að þá eru fánar þjóða alltaf mjög áberandi. Þetta alltaf hreinir litir og alls ekki neitt í líkingu við sauðalitina. Þannig að þetta alveg þetta verður svo eftirminnilegt að sjá þetta og svo annað þáttur fyrir utan litin og það sjálft efnið. Þessi fáni mun aldrei blakta, það alltaf bara lopinn svo þungur og þetta þingslalegt en líka og áminning þá það að það nú auðvitað sauðkindin og ullin sem hefur haldið hita á okkur
allavega á köldum vetranóttum. Þannig að það er svo margt í þessu sem að manni finnst að Birgir svona beislar bara í þessu einfalda verki í rauninni. Þú talaði næmni og umhyggju Birgis í verkum, næmni og umhyggja fyrir umhverfi sínu. Já, sko það auðvitað, svona fylgir alltaf sögu Birgis að hann alinn upp af blindum foreldrum og ég held auðvitað að það sé einhver önnur vídd sem að þú lítur að öðlast við það og hann í rauninni hjálpaði foreldrum sínum sem barn. En næmnin sko hjá honum held ég að sé líka, sko hún tengir svo því hvernig hann setti verkin sín fram. Þau urðu að vera auðurlesin og þau eru það nánast undantekningarlaust. Að hann svona, sko, ég held að hann hafi hugsað mjög vel útfærslu áður en hann hófst handa í rauninni við að sko framkvæma. Þannig að ég held að það sé hluti af þessu næmni að svona einfalda leiðsögnina eins og hann hafi kannski gert sem alla sína tíð með sína foreldra sem voru dálítið honum háð hans leiðsögn. Þannig ég held að þessi næmni hafi verið á svona stærri skala heldur en við bara fáum oft sjálf í gjöf vegna þess að við höfum ekki þessar sömu aðstæður á hann.